Icelandic folk tales tell of a magic practice that women sometimes resorted to long ago in times of hunger and hardship. In order to come by more butter than their own farms could produce, they would bring to life a tame imp, called in Icelandic a tilberi. They made the tilberi from a human rib, wrapped in wool, and kept it between their breasts. They could send the tilberi out to suck milk from other people's cows and sheep. When the tilberi came back to its mistress, it would say, "Here's a bellyful, mummy," to which she would reply, "Let it out, son." Then it would disgorge butter of an unusual consistency, and butter that looked like this was known as tilberi butter. If the sign of the cross was made over the butter, it revealed its evil origin. The women could live on this butter, while the tilberi itself fed from a nipple inside the thigh of its mother or mistress. If the tilberi was discovered by anyone else, it attacked the woman and sucked so violently as to kill her. Communion wine was necessary to bring the tilberi to life between the woman's breasts. Auðun minn, viltu koma og finna mig þegar þú ert komin upp úr? Það var margir við messu. Nú læt ég það nú vera. Það svo margt sem glepur fólk nú á tímum. Eins og íþróttirnar til dæmis. En maðurinn lifir ekki á brauði einu saman. Mér var að berast bréf. Frá Guðrúnu? Nei, frá kollega mínum í Reykjavík, séra Runólfi. Er hún alltaf hjá duglega að æfa? Æfa? Ó, sundið áttu við. Séra Runólfur minnist nú ekkert á það. En hann segist hafa séð hana oft núna páskana. Þetta er óneitanlega sérkennilega aðferð til að svala drykkjuhneigð, sem hún kann að hafa erft úr móðurætt. Eins og skrattinn sjálfur leiki lausum hala fyrir sunnan. Og þú ert á leiðinni þangað, heyri ég. Já. Til að ná árangri þegar ég hef komast í stærri sundlaug. Já, stærri sundlaug, auðvitað, já. Já, legg svo á djúpið, þú sem enn ert ung. Og nú er ég komin að erindinu. Ég vil að þú leitir fregna af henni Guðrúnu minni og hittir hana sjálfur að máli. Þið játuðust Guði í sameiningu og sjálfsagt er hún opnari fyrir þér en hún er séra Runólfi mínum. Þú skrifa mér svo línu.
tímar. Ég átti að tilkynna mér einhvers staðar. Ert þú nýi maðurinn? Já. Hvað heitir þú, góði? Auðun Þórarinsson. Auðun með einu enni. Farðu að hjálpa á strákunum að drífa þetta áfram. Láttu þetta ganga svolítið. Undir krossi illvirkjanna, aldrei hér þú finna lág. Varast glæti vondra manna, á verkum þínum hafðu gáð. Yrkað bæn og auðrum sanna, elska gjarnan hóf og mál. 31. sálmur, Fredrikar Kristi fyrir kvinnunum. Fólkið sem drottni fylgdi út, fylltist margt ángri hörðu. Hvernig kanntu við í Bretavinnunni? Kinnurnar grétu sátt með súð. Getur ekki notað tækifærið og lært að manna síði? Sem hans kvölum, hvað gjörðu. Lært að nota hníf og gaffal og svoleiðis? Snéru til þeirra son Guðs sér, sagði þá herran mætur. Þú snertir ekki á matnum, Sigrún? Nei, ég er eitthvað svo slói. Ó, Jerúsalems dætur. Svona yðra og eigin eymd. Ég ætla að fá mig göngutúr. Eflaust þér Frískt gráta loft. megið. Nálgast sú tíð sem nú geymd, nær þér harmandi segið. Sæl nú óbyrjan barnlaus og brjóst þau ei sorgum voru. Finn ég yfir oss hálsarnir, hæðir og björgir Frískt loft. Ef bjart svo því græna tré, geta hvernig snæði, hvað hið fornað árum sé. Að þá ræði, ó hvað veraldar virðing gott og spikula reyna, gæt þess mín sál, og sjáðu hér, sannfróað dæmi eina. Þið eru nú jafnaldrar og fermdust saman.
Við hétum svona þá. Blóð Krists, bikar lífsins. Blóð Krists, bikar lífsins. Blóð Krists, bikar lífsins. Auðun, nú erum við orðin fullorðin. Að minnsta kosti við Guðrún. Og veistu hvað það þýðir? Það þýðir að nú eru allir leikir í alvöru. Hvaða leikir? Leggstu niður. Look, they got red ones here as well. Hey! Chewing gum! Here we go. Hey! What the hell's going on over here? Get the ammunition up there! Go on, get a move on! On the double! What's this then? What's it supposed to mean? Milk? Milk for babies, not for men. Get back to what you lazy git. Go on! Go on! Hello? Is that yours? So it seems, sir. Have some chocolate too. Cheerio, old chap. And keep on swimming. How come the lowest form of life knows Major Tilbury then? Aye? What the fuck are you doing, you little Eskimo fucking leper, you? Oh, what a godforsaken fucking country. Upp á Sundavarbarmi, piltar. Tilbúnir, viðbúnir. Láttu mig vera! Sleppu mér! Hvað hef ég eiginlega gert ykkur það? Láttu mig vera!
Bjarni Kemp kærður fyrir ólöglegan vopnaburð. Á sama tíma verið að byggja víghreiður ofan á Sundhöllina. Það þurfti nú hann bara að vera að veifa startbyssu. Kannski hefur Bretinn heyrt að væri nasisti. Það nú bara því hann synti á Ólympíuleikunum í Berlín. Og skvetti á Hitler, var það ekki? Jú, það var nú óvart. Hann lenti svo illa þegar hann stakk sér í laugina að gusurnar gengu upp í stúku foringjans. Hann var að vísa frá keppni. Fór hann þá á Ísufjörð vestra að kenna ykkur Guðrúnu að synda? Þekkir þú Guðrúnu Innes? Svona svolítið. Ég sá hana síðast á balli á Borginu helgina. Ég hef verið að svipast eftir henni allt sumar. Ég ætti að skila til henni að kveðja vestan. Hún virðist vera að fara að slá slöku við sundi. Ég hef aldrei séð hann í laugunum. Kannski það breytist núna fyrst Bretarnir eru mættir í laugarnar. Og Barði Kemp situr inni, fjarri góður gamni. I shan't put this water into my scotch.
can put this in your pipe and smoke it. Our officer, Major Tilbury's quite an eccentric old chap, don't you think? How do you like his homemade butter? Oh, he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. Auðun! Ég hélt þú væri draugur. Nei, hvað er að ske? Mér sýndist ég sjá hana Guðrúnu innesta nálingar. Já, hún er hérna. Gefðu henni nú tíma til að koma og heilsa þér. Þú skilur, þetta má ekki fréttast prófastóttur, en henni var svo mikið mál. Hver var með henni? Með henni? Hvað, enginn nema ég? Henni var svo mikið mál og hérna í bænum er svo fátt afdrif. Nei, bíddu, Auðun! Þú skilur ekki! Þetta er svo auðvelt fyrir ykkur karlmennina. Þetta eru helgispjöll sem raskar ró hennar dauðu. Auðun þó. Gaman að sjá þig en ekki við þessar aðstæður. Hver var með þér? Hvað áttu við? Hann heldur víst að við séum í ástandinu.
Auðun, hvað á þessi framkoma eiginlega að þýða? Þetta var nú úr hörðustu átt. Það vill svo til að faðir þinn bað mig að fylgjast með ferðum mínu þegar ég skildi við hann í vor. Ég er hræddur að þetta háttalag sé sagði til næsta bæjar. Jafnvel vestur á Ísufjörð. Nú ert þú búin að vera í bænum síðan í vor. Synd að við skulum ekki hafa hist. Vertu ekki svona taugaveiklaður. Það er stríð, mundu það. Þetta er ekkert grín. Engin leikur eins og í gamla daga. Þú varst alltaf svo mikið barn, skildir aldrei neitt. Hann barði kempar á þessu ágengu við mig. Hann var það þegar fyrir vestan. Kom eitthvað fyrir því? Já, maður tekur sénsa. Ég vildi vera sjálfurinn mér nóg, sjálfstæð. En svo rekum það sig á. Þú verður látið líta á það. Hvað meinarðu? Æ, þetta. Ég stakk mig á gaddavír og var ráðlagt að fara ekki í sund á meðan það var að gróa. En ég læt mig hafa það. Fyrst bara því kempt er ekki hérna lengur til að appast upp á mann. Þú verður að halda þér í þjálfun. Annað væri synd. Satt segirðu. Annað væri synd. Hver er hann þessi borðsera Guðrún? Hann lætur bíða eftir sér. Ég held að vera svo kurteisir þessi Bretar. Þetta er maður í ábyrgðarstöðu, Major. Það er auki með blátt blóð. Hann er sagður handgenginn konarsfjölskyldunni. Þau eru aldeilis flottað í offiseraborðinu, finnst þið það ekki? Já. Við spáum því alltaf fyrir vestan að Guðrún er að minnsta kosti biskupsfrú. En að hún giftist inn í ensku kóngafamilíuna grunaði engan. Þau giftast nú varla í bráð, hún og þessi aðalsmaður. Nú? Það kunni vera erfitt að fá skilnað í Bretlandi. Áttu við... Dámar mér. Guðrún, dóttir prófastsins sjálfs, var hann að halda við giftan mann. Það er nú ekki að kjafta síðan pappinnar. Ég meina, hver segir að þau séu saman? Hún hefur sjálf sagt að hún líti meira á hann sem föður. Hann er þó sentirmaður. Hann kann að borða með hníf og gafli og opna dyr fyrir dömur, annað en þessi sveit og Íslendingar. Æ, fyrirgeðu, ég ætlaði ekki að móðga þig. Heyra þetta. Að dóttir sér að Þorfinns Innes sé búin að finna sér annan föður í breska hernum. Er það kannski þessi? Nei, biddu fyrir þér. Ég talaði af mér. Þú mátt ekki segja prófastinum þetta.
Satt best að segja er rangt til orða tekið að hún líti á Tilbury sem föður sinn. Hann er öllu heldur sonur hennar. Segið þið? Já. Einstæðingur, útlendingur í framandi landi, á engan að. Heitir hann Tilbury? Já. Viltu súkkulaði? Helmingi. Takk. Þú gæti nú alveg prófað að bjóða mér upp á glas líka. Þú ert orðinn jafn herralegur á Bretarnir. Þeir traktera mann nú ekki bara á Cadburys. Hvað má bjóða þér upp á? Tvöfaldan gin og greip, takk. Þú þarf að leita þjóninu.
No way, bastard, you! Get this fucker out of here! Get him out! Throw him up! Drag him out! Come on! Fuck this man up! Goddamn bloody arm! Get the hell out of here! Jesus Christ, he's going to throw up. Mate, he's dying. You okay? I'll get some help over here. Guðrún Innes, já. Innes með 3 ennum. Muna það. Leggstu niður. Lærðu að nota gaffal eins og séttir maður. Öllu beli, mamma! Láttu lossa, sonur. Auðun. Barði Kemp. Þú hér? Já. Hér hef ég verið síðan Guðrún Innes kærði mig fyrir nasisma og lét stinga mér inn. Hvað ertu að segja, maður? Þykist þú koma að fjöllum. Ég heyrði hvað þú hrópaðir upp úr svefni áðan. Þú eftir Tilbury! Og hvað með það? Ég fekk martröð. Þá ættur að vita hvaða mann Guðrún hefur að geyma. Hún hefur tilbera að geyma. Jafnvel þó hún dulbúin í bresku uniformi. Þá er Tilbury sem hún magnaðu. Tilbury? Þetta er forneskja og hjátrú. Jæja, lagðu saman 2 og 2. Hugsaðum altarisgöngurnar, messuvínið, kirkjugarðsvaftrið og plásturinn á lærinu. Þú ættir að sjá íburðinn heima hjá ná Ásvallagötu 32. Þetta er hið júðska hernámshugarfar. Fólk selur sál sína fyrir drasl og sætindi. Þú ert nú ennþá nasisti, Barði. En hvernig veistu að það var hún sem lét stinga þér inn en ekki þessi Tilbury? Hún vissi að ég hafði séð í gegnum hana. Þá þurfti auðvitað að fjarlægja mig. Ég kom að henni. Þar sem hún var að búa til súkkulaði úr tilberasmjörnu, Cadburys. Hún grátbað mig að koma ekki upp sig. Því að þá var hún glötuð og ofurseld djöflinum. Ég ætlaði ekki að líða henni þennan ósóma. En hún var fyrri til og kærði mig fyrir Bretanum. Nú verður þú að bjarga mér hérðan. Svo ég þurfi ekki að bíða eftir því að Þjóðverjar vinni sigur. Síst vildi ég gera Guðrúnu eitthvað til miska. En ef ég kemst í tæri við innan Tilbury...
Auðun, þú Ég er vil að vera á seiði hérna. Hann drepur mig. Drepur þig? Þú deyrir allavega ekki úr hór. Það er satt, hann skaffa betur en aðrir. Fáðu þið meira súkkulaði. Farðu, feldu þig. Farðu, feldu þig. Fullur beini, mamma. Láttu lossa, sonur. Svo þú kannt á íslensku helvítið þitt. That chap's been pestering us for months. He wants us to find a certain major who he claims is responsible for the death of an Icelandic girl. Is there anything I should pass on to my military police? No. There's no record of this major ever being in the British Army. No records whatsoever. The chap's quite mad. I suppose he can't get used to the fact that he lost his girl to the British soldiers. Yeah, well, they must find it pretty hard to take around here. Bunch of backwater peasants and fishermen. Suddenly swamped with thousands of foreign troops. Yeah, I suppose so. There was one thing, though, the crazy Icelander was talking about. It was on about this major. This particular major was always
puking butter. Because of this fact, he's supposed to be some kind of Icelandic ghost. Butter. Butter. It's these we need, not butter. Well, we Americans will make sure you get all the guns you need. Hey. Is that the big shot? Well, I'll be damned if it isn't old General Tilbury himself. What the hell's he doing in this godforsaken place?